og við höldum áfram með þennan sneisafulla föstudagsþátt og ætlum núna að tala birkisöfnun. Og til mín kominn Pétur Halldórsson hjá Skógræktinni, vertu velkominn. Takk fyrir. Til að byrja með bara fyrir þá sem ekki vita og hafa ekki séð þetta átak, í hverju felst þessi birkisöfnun sem nú í gangi? Sko, þegar Ísland byggðist, þá talið að hafi verið birki á svona fjórðungi landsins, svona 25% landsins, að minnstakosti, jafnvel meira. Síðan kom maðurinn og fór að yrkja landið og vera með allskins búpenning og antaði náttúrulega eldi við og hitt og þetta og birkið smá saman nánast hvarf. Þannig að aldamótin 1900 þá var birkið sennilega ekki eins og á 1% landsins. Þá var nú farið að vernda birkiskógana sem voru eftir og Skógræktin fékk það hlutverk að vernda þá og reyna að breiða það út, en það hefur gengið hægt. Núna svona með aukinni umhverfisvitund og svona auknum áhuga almennings á að efla land og berjast gegn loftslagsbreytingum og hitt og þetta, þá vaxandi áhugið á því meðal annars að breiða út birkiskógana aftur. Og við viljum fá fólk til að hjálpa okkur í þessu verkefni sem Landgræðslan og Skógræktin eru svona forystu aflið í og hafa síðan fengið ýmsa með sér í samstarf. Já, einmitt. Þannig að þetta snýst í rauninni að bæta bæði loftgæðin okkar og bæta fyrir syndir forfeðranna í leiðinni. Já. Sko, rofið land sem var áður gróið, það ennþá að losa kolefni, það ennþá að rotna jarðvegurinn á þessum auðnum sem við höfum sjálf búið til og það kolefnislosun í því, en ef við komum einhverju gróðurhulu í þetta þá stoppar sú losun og byrjar smá binding í staðinn, þó að birkið sé nú ekki mjög öflugur kolefnisbindari, ef svo má segja, þá bindur það samt svolítið og stoppar þá þessa eyðingu. Einmitt. Og hvernig núna fyrir þá sem þegar áhugi hefur kviknað, þegar fólk heyrir af þessu, hvernig berða sig að ef það vill leggja þessu málefni lið? Já, sko, við fengum í lið með okkur Bónus og Prentmet Odda og Terra fyrirtæki sem Prentmet Oddi sér okkur fyrir þessum öskjum, pappaöskjum sem eru úr skógarefni, úr pappa. Og þetta fáanlegt í Bónus, þetta ná sér í þetta ókeypis og þar eru líka tunnur sem fólk getur sett fræ í þegar það er búið að safna. Já. Og svo líka, okkur finnst mjög áhugavert að fólk vill fara alla leið með þetta og sá sjálft. Já. Og sá þessu í land þar sem engin beit og fólk veit að má sá fræi. Og þá fer maður, hérna hefur einhver sett inn, þetta er kassi sem hefur borist okkur og viðkomandi hefur verið snyrtilegur og sett með þessi að bréfpoka innan í. Já. Og þá bara að fara út og finna fallið birkitré og fræin eru í svona reklum á trjánum. Þetta sumir kalla þetta köngla sem nú ekki kannski rétt efni, ef ég finn hérna heilan. Sjá, þetta eru svona knippi með fullt af fræjum í. Köllum þetta rekla, frærekla. Og núna þetta orðið sæmilega þroskað alls staðar og ef maður getur mulið þetta svona milli fingrana þá óhætt að tína. Já. Og síðan bara passa þetta þotni eða mygli ekki í umbúðunum. Kannski dreifa þessu á borðið, maður ætla að geyma þetta svolítið. Já, en það sé ekki blautt. Já, þetta mygla bara eins og matfara. Já. Ef maður hefur þetta í lokuðum, til dæmis í plastpoka sem maður má alls ekki. Og já, það bara að fara út að tína og svo annarkvort skila af sér fræjunum eða sá sjálfur. Já. Og þið eru með, það rétti mér eitthvað svona kynningarefni fyrir þá sem vilja fá frekari útskýringar á hvernig á að bera sig að á netinu. Það vefur sem heitir birkiskógur.is og svo vefsíða, eða sem sagt Facebook-síða sem heitir Söfnum og sáum birkifræi. Já. Og þetta hefur verið talsverð umferð á þeirri síðu og greinilega talsverður áhugi í samfélaginu að taka þátt í þessu. Frábært. Og þetta líka bara ágætt fyrir fólk til að svona efla náttúruvitundina og fara út og leggja sitt af mörkum í bara umhverfismálum. Já, heldur betur. Og líka ákveðin léttir, ég segi svo fyrir mig að sjá að þetta hefur svona auðkennandi útlit, það auðvitað að þekkja þetta, maður ruglast ekkert á þessu lúpínufræi og gerir einhvern Nei, það svolítið hæpið. Ég held nú að flestir Íslendingar þekki birkitré, svona vonandi þeir sem ekki þekkja þau vonandi eftir þetta átak. Já, einmitt. Og það mjög auðvelt að sjá á þeim hvort það fræ eða ekki.
og ef fólk svona að spyrja hvers konar trjám eigi að safna fræi af, þá gott að þau séu bara falleg, bein og flott tré. Já. Og það fer oft saman, þau eru líka duglega að mynda fræ, þannig að þetta kemur svolítið að sjálfu sér. En sáir fólk þessu núna bara strax í haust eða á það að bíða fram á vorið eða? Það mjög gott að gera þetta strax í haust. Já. Og ekki síst ef það bara bleita og þá klessist fræið svolítið onni í jörðina og ekki að fjúka Nei, einmitt. Þannig að haustveðrin eru bara ágætt í þetta. Ágætt í þetta. Gott að tína fræið þurru, Já. En dreifa í blötu. Dreifa í blötu. Klæða sig bara vel og láta haustvindana þjóta sem vindum eru þjóta. Já, algjörlega. Einmitt. Þannig að við hvetjum nú þá fólk til þess að nýta tækifæri, sæta bara lagi núna helgina þess vegna eða bara hvenær sem það á lausa stund til þess að veita þessu frábæra og verðuga málefni lyf. Já, ég held að sé ágætis veðurspá næstu daga til að tína. Þannig að það bara ekki eftir neina bíða, bara efla birkiskógarækt á Íslandi. Já. Gangi ykkur ótrúlega vel með þetta frábæra framtak og takk fyrir að koma hérna í þáttinn til mín og segja okkur frá þessu. Takk fyrir, sömuleiðis.